Velkomin í númer eitthvað þátt af Negljur og Drúná. Ég veit ekki hvað maður taka marga þætti. Og hvað hefur við að muna? Það er alveg skriljón ár síðan við tókum upp síðast. Nei, actually. Spinna minni. Sen í mars. Apríl, maí, júní. Já. Ég er náttúrulega bara, þú veist, það er ekki hægt að vera í skóla og eiga líf. Nei, ég er alveg ekki búin að sjá þig. Nei. In real life. Nei, það sér mig like enginn. Já, það mætir upp í vinnu til þess að sækja eitthvað, komst að sækja rífil á maskaranum og eitthvað. Já. Og þá svona, hæ, how you doing? Þú ert lifandi? Já. Nei, ég bara ángriðis hef ekki tíma í neitt þegar ég er í skólanum. Það er ég bara vinna eða læra. Og svo ef það er eitthvað í gangi, það er bara, nei, sorry, ég kemst ekki. Að ég er alltaf að gera eitthvað sem er alveg ógeðslega óþolandi. Að ég er alltaf eins og, þegar við erum að plana eitthvað, það er alltaf eitthvað, sorry, ég hef ekki tíma í þetta, að ég bara, I'm not chillin'. She's not chillin'. I have never been chillin'. Og ég ætla að gera það um helgina. Ég ætla að chilla um helgina. Love it. Ég ætla að reyna að chilla um helgina. Love it. Já. 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 En ég var úti í Amsterdam núna fyrir viku síðan. Já, við ætlum að tala um naglavandamál í dag. Já. Við erum að fara að taka fyrir naglaheilsu, naglavandamál, hvort og hvenær það má setja nagla ásetningu yfir það og til að suma þessu áttu bara að láta vera. Og það er ekkert allir sem fatta það, þú veist, láta nögluna bara vera, það er allir sem vinna á henni þó er ekki að gera. Já. Líka eins og sem ég veit ekki að það á ekki að klippa naglabönd, það er engin naglabönd. Já. Og ekki klippa mikið af þeim að því að they are there for a reason. Þú veist, það er bara svona, that's why we're talking. Það er þess vegna við ætlum að ræða það hér í dag. Já. En ég var í Amsterdam og fór í búð og ég keypti gjöfhanda þér. Nei. Jú. Og þú hefur alltaf talað um skilur þig langar í þetta og ég er eitthvað, ok, þú veist, ég er úti. Kaupið bara, já, ég þurfti líka bara að hafa þetta hérna onni að því að heili beiti ég það var hlaupa í burti þetta fara á eftir henni og það stendur Merry Christmas að því átti ekki annan gjafapoka en ég keypti fyrir gjöf úti og I think you'll love it. Tis the festive season. Ef þetta er eitthvað í líkindum við gjöfuna sem þú gast mér síðast, then I'm psyched. Hvað var það áttur? Já. Steina. Og ég byrja ekki að horfa, frekar takta það frekar upp, skilurðu. Steina. Þannig að myndin af mér sem villi. Já, oh my god, það var svo fyndið. Nei, þú hefur alltaf elskað þetta og mér fannst þetta bara Hailey does not approve. It's a labubu. Oh, she's so ugly. It's a labubu. Fyrir ykkur sem er að hlusta en ekki horfa. Kottu, sjá kottu. Þá var hann að gefa mér reyða Primark Lafufu. Lafufu. Also, Hailey er pissed off about it. Já, ég meina, if you don't mind, ég myndi bara kannski gefin þetta eða eitthvað til að hafa meðan svo myndi ekki tjúlla, sko. This is Hailey, my dog. Me dog. She's her dog. Sjáðu! Don't! Look at her. Okay, well, never mind. She does not approve. Nei, not approve of the labubu. Hún er gorgeous. Hegi. Húnna. Af því að þú er alltaf að tala um að þú elskar labubu svo þeir eru alltaf langað í labubu. Af því það er svo flott. Það er alltaf svo geggjaðar. Nei, ég var ekki tilgangslausar dýrar, sko, það er heldur bara svo flottar. Nei, sko, here's the thing. Ég elska samt að knick-knack. Ég elska hluti sem eru sem hafa ekki purpose. I love a little decoration, a little knick-knack. Labubuin, we went too far. We went too far. And you know what? Hell yeah. You know what? Hell yeah. Hell yeah. I love Fufu. Hún er gorgeous. Hún er mjög reið. Hún er mjög reið. Hún er pissed off. En mér finnst ángríns fake versionið betra. Já. Lafufu Mér finnst það alveg betri. Þeim ljótari sem Lafufuin er, þeim meira er ég into it. Já. Þetta var bara ekkert eðlilega fyndið og Kristi voru náttúrulega bara í Primark og svo var ég eitthvað, oh my god, ég tók upp að Lafufu fyrir Alexandru. Hann var eitthvað, meinar ekki Labubu, ég er eitthvað, þetta er Lafufu. No. Þetta er not Labubu. I would not get a Labubu, but I would fuck with a Lafufu. Oj, hvað ert að gera? Ég er að reyna að kristafla, ég er að reyna að kristafla þannig hún
Ew! Þetta er fucking gross. Það er komið út úr þessu. Og til að þú ert að kreista þetta út í það. Ég sá það ekki, hérna. Þess vegna var ég... Ég sá það ekki. Gæti þetta. Ok, ég held að þetta sást ekki á hann camera, en hún var með eitthvað livrapilsu, eitthvað anskotan onni í þessu. Nei, þetta er bleitmatur. Já. Þetta er að því að ef þetta er of fast, þá vill ekki heili borða það. Og þá er hann ekki distracted og þá er hann gett pyrruð. That looked like caca and wee-wiss. Ég er ekki með... Ertu með pappír? Já, ég skal þetta pappír. We're starting off smooth. Já. Did you miss us? Because we missed you. Because we missed you. Já, Christ. þetta var reynið bara the excitement. Þetta er það sem þú varst. Ég er með eitthvað fyrir þig. Já, ég er búin að bíða eftir þessi sýning kom heim og það er alveg meira en... A hot minute. Er ekki alveg meira en vika sýning kom heim? Já. Ætlaðum náttúrulega að taka einhvern tíðan upp í síðustu viku svo ekki miðanskast. Já. Jú, það er alveg meira en vika sýning kom heim. Þannig að hún er búin að sitja hérna og bíða. Já, hún er bara búin að vera inn í herberginu mínu. Og ég er alltaf bara, oh my god, ég þarf að fucking gefa þetta. She's gorgeous. Ég skal setja hérna á töskuna mín. Setja hérna á hérna, my coach purse. Your coach purse. Æ, þetta var svo fyndið. En já, þessi þáttur er sponsaður af Luxa. As always. Luxa er snyrtivöruverslun á Suðurlandsbraut 52 og vefverslun luxa.is. þar sem við seljum naglavörur, hárvörur, make-up, við seljum spavörur, Lasvana, Mr. Co, all types of stuff. Og maskarinn sem Luxoya, Já, þú ert búin að vera... já, en vann ykkur á verðlaun, þú veist maskarinn í Luxa frá Já. Luxoya Það var var að vinna verðlaun. Luxoya var sem sagt að vinna verðlaun fyrir maskaran sinn, farðan sinn og hérna augnskuggan, hann að glimmer augnskuginn. Þetta var alltaf að vinna Marie Claire verðlaun í Ungverjalandi. Hvað er Marie Claire? Þetta er svona beauty blað. Þú veist, þetta er Marie Claire, þetta er líka verðlaun, þú veist, það er Marie Claire UK, Marie Claire US, þetta. Og þau voru að vinna í Ungverjalandi fyrsta sætið fyrir öll þessi 3. Og líka hann að spreyja sem ég var að glúðra í hárið á mér rétt á hann. Já. Það var líka vann L-verðlaun. Það er svona volumizing hár á, ég hefði ekki gera það áður en ég fór í camera. En þið hafið séð mig, ef þið hafið hort á þetta einhvern tíðan, þá hafið þið séð my flat ass hair. Það fer alltaf bara svona beint niður. 360. Yeah, thank you, Hailey. Þetta er ekki flatt út af því. It's crazy, I love it. Við þurfum að gera, ég er alltaf á leiðin að gera vídeo þar sem ég sýni bara svona before after út þegar við erum impressed. Senior prófaði þetta í hárið á sér, hún gerði svona, tók upp og svona spreyjaði og það var bara svona eins og villi. Hún var alveg sem på villa. Svo gerði ég með my flat hair og þú veist, ég lít út fyrir með hár, þannig að I really do recommend it. En já, það var svo skemmtilegt þegar senior dældi inn myndböndum að sér inn á vinnugrúpchatið. Það var svo grútlegt. Það var svo grútlegt, þetta var svo fyndið. Já, ég er ekkert búin að gera með þessi vídeo. Nei, þetta er líka Samsung-gæði. Þetta eru Samsung-gæði. If the fans want it, the fans will get it. En við erum með þessi vídeo. Ég sem sagt, hún var að fara að lita sér hárið eða setja í sér svona skól, svona glaze í hárið á sér. Og hérna, og hún var að kaupa þetta upp í vinnu og ég eitthvað, heyrðu, ertu í influencer-gírnum? Og hún eitthvað, hvað meinarðu með því? Ég eitthvað, ég bara, þú veist, hvort þá getur náð einhverju bara svona vídeo á þér, hárinu fyrir, kannski eitthvað svona smá, bara þú veist, svona B-shots af henni að þú veist, bara eitthvað svona 10 sekundur skilur. Já, og svo vídeo af þér þú veist búin og hún bara, já, ég skal sjá hvað ég get gert í þessu. Ég eitthvað, ok, alright. Svo bara seinna sama daginn, þá bara dælir hún inn myndböndum af sér og þau eru öll, þú veist, Þess að dítilið. þetta er svo krútlegt. Þetta er ógeðslega krútlegt. Svona fullorðin kona, að vera, kona á besta aldri, að vera influencer og hún var svo mikið að vanda sig og ég bara, já, ég eftir að gera eitthvað með þetta, en þið hljótið að fá að sjá þetta fær örugglega að sjá dagsins ljós einhvern tíðan. Mér finnst það ógeðslega
mér finnst það fyndið, þetta wholesome. Hún er bara ekki a camera type, þannig það er svo Hún er skemmtilegt svo- ef hún actually gera, Já, þú veist bara, það Hún er ógæst að reynir. krútlegt úr reynir. og hún er sko, ég kannski ekki setja þetta inn á, ég held að Silvía horfir ekkert endilega á þetta allt saman, þannig hún fer ekkert endilega Hún að vita. setti í vídeo fyrir content. Hún setti mér vídeo bara content, en hérna, get sett inn á, það er vídeo þar sem hún er að sína eftir að hún er búin að setja á og hún er bara, hún er feeling herself og hún er svona að horfa á myndavélina allan tíma. Þú veist, í stað fyrir að vera eitthvað, hérna, Stína hárið það bara, það er hún bara staðra í myndavélina, bara, þetta er svolítið pæjó. það er svo krútlegt. Bara, we love her, en resultin voru mjög fín og hérna, af hárið var mjög fín. Já. Contentið var grútlegt. Já. Það Wholesome. er ógeðslega grútlegt. Líka að þú getur gert, þú veist, vídeo með að verða eitthvað eigandinn að lúksa, prófar þetta eða eitthvað. Já, ég held að ég mun gera eitthvað voice note eða svona hérna voice over yfir eitthvað svona, Oh my god, já, eins og kærastar sem, já, já. eitthvað svona, núna er hún að Já, núna er hann að Bla, gera bla, bla, þetta eitthvað. og núna horfur hann í myndvélina bara, oh, looking gorgeous, feeling herself. Ég mun gera eitthvað með þetta, ég var eitthvað að byrja að klippa þetta. Já. Þið fóðu að sjá þetta. It's coming. It's coming, it's Mér work finnst in progress. ógeðslega gaman að taka upp content allir stundum en að þurfa að tala í voiceover ég bara, Það er nefnilega, ég er búin að klippa þetta, Já, sko. það er svo leiðilegt að taka voiceover. Voiceover parturinn, ég er bara eitthvað, það er ógeðslega leiðilegt og ég bara gera það ekki og ég er alltaf eitthvað og svo er ég alltaf að breyta ég er svona nei og svo gerir alltaf þú veist hvernig getur fólk bara alltaf tala í voiceover það er bara fokkin stressandi og svo er bara já svo verður já, svo er maður alltaf ofhugsað, Já. þegar við erum að taka upp bara svona, þú veist, eins og svona, there's no overthinking it. Við bara bara talar ælum einhver út úr okkur, við erum búin að punta eitthvað niður, við segjum bara eitthvað og svo fær Tristan að klippa þetta til. Ef við værum að klippa þættina, við værum ekki búin að upplóta einum, sko. nei Við værum búin að fá að ofhugsa það svo ógeðslega mikið að við værum bara, nei, scrap this. já ég held ég var aldrei við þakklátt að ég minna að Tristan sé bróður minn sko að því hann er svo mikið snillingur í tölvum Goddamn right. að það er svo mikið snillingur í tölvum og getur bara, Tristan veit bara svona allt skilurðu, hann náttúrulega er forriðari þannig þú veist, ef ég er bara I got a problem það bara, og líka þú veist, ef maður er með eitthvað problem með sjónvarpið, hann bara, nei, þú gerir þetta ég bara, skilurðu, þannig það er ógeðslega næs þetta er svona eins og að þekkja smíði eitthvað fyrir mér Já, einmitt. bara svona, hvað er þetta? Hvað er betra? Þetta er eins og ég með þig núna fyrst, þú veist að læra snirtifræðingin. Já, Ég Á þarf ég að að kaupa fara þetta að make-up? kaupa nýtt svona eitthvað krem, hvað á ég að taka? og það er svona svo gaman þannig þú veist, ef ég er að kaupa eins og þegar ég keypti mækana og þú veist, það var eitthvað þetta er ódýrt og þetta er geggjað og eitthvað svona, þetta er bara svona you're so smart, you know You're so smart. You're so smart. so freaking smart ok, við ætlum að fara í okkar fyrsta naglaðumál og þú og ég að taka það Byrja þú. ok ég ætla að byrja hérna þurrkur í nöglum sem er alveg mjög algengt á Íslandi út af náttúrulega veðurfarinu og mér finnst ekki nefnir svo margir Íslendingar að vinna svo mikið bara við vatn Já. þú veist þarf ekki nefnir alltaf að vera þú veist, ég veit ekki, bara verið eitthvað svona þjónustæðar og alltaf eitthvað, eins og, já, það er svo margir það er eitthvað trend að vera náttúrulega að vinna í, þú veist, hrafnistu eða í svona Í svona ummönnun. já, vinnum með þú veist fötluðum og þú veist og einhver svona og með litlum krökkum og leikskólum þetta er bara allt, með allir bara í liðverslu og svo eitthvað svona þannig þannig þú veist, þau þurfa náttúrulega að þrífa sér hendur svo ógeðslega oft og þú veist, oftar venjulega if you don't do it, then þá er eitthvað, en þú átt að þrífa hendur svo fucking oft en, anyways þannig það kemur ekki svona þurrkum í neglum og sérstaklega bara eins og vitnar, bara kalt svo kalt, svo þurrt loft, heili mín við erum að taka upp A single mom needs to drugs. en það er mjög mjög aðstæðar af hverju að koma og það er til dæmis eins og röng þjölun þú veist, eins og maður á alltaf þjala skiluru frá hliðarbrúnaglar Frá Að hlið armiðju. já, frá hliðarmiðju þessu að frambrúnaglar það heitir það, þú veist, þetta ég er ekki með naglur, en þetta er frambrúnaglar sem ég verður bara með naglina, þú veist þetta er frambrúnin, maður er alltaf bara hlið af frambrún, í staðan fyrir fram og tilbaka skilja, því Já. þá er þau að losa frumulegin frá hverju öðru
svo getur það verið, þú veist, eins og ofsterkur naglalakkseyðir eða önnur efni, þú veist ef maður er með sjúklega sterkar naglaseyðir, þú veist, verða mjög tónnar og þú veist, eins og naglalakka eitthvað ógeðslega oft að þá verðar, þú veist, þurrar eða mikið, þú veist, að gera soak-off eða þú veist, alltaf að setja á og taka af þá náttúrulega ertu líka með, þú veist, Asington og Þú veist, þetta er eitthvað sem, þú veist, þið naglafræðingar ætti að vita, skilurðu, hvað naglar eru til að meðhandla þær, af hverju að gerist, það er líka mjög þægilegt líka bara út af því, þú veist, það er svo mikið af konum sem koma, skilurðu, til manns og eru bara eitthvað, þú veist, af hverju er naglum minn svona, er eitthvað ástæða fyrir því, þú veist, það er alveg að því að naglu segja heilsufar líkamanns, þannig, þú veist, þegar einhver kemur til þín og er bara eitthvað, já, svo er alltaf brotnað, þannig, þú veist, hvað er það sem ég get gert og af hverju eru þær að brotna og hvað, þannig er gott að vita, þú veist, why this happens. Vita af hverju og vita hvað átti að gera til að fixa það. Já, þannig já, bara ofsterkur naglaseyðir eða önnur sterk efni, líkamlegt ástand, þú veist, það getur alltaf verið, þú veist, eða vantar bara efni líkamann, skilurðu, eða bara vantar vatn líka, þú veist, þar eru dehydrated, þar eru þurrar, já, og of mikið í vatni. En til að losa við þurrkinöglum, þá, þú veist, ef þú verður að nota naglalakk eða þú veist, eftir naglalakk að viðskipta með neina eða eitthvað, þá er bara gott að nota milda naglalakkseyði af því að þú veist, við viljum ekki að neglunar eru þarna og ég fæli bara svona hrolla að hugsa þurra neglur, ég veit ekki ekki ég fæ bara svona ég veit ekki ekki ég fæ svona hrollkast eitthvað, ég hugsaði bara á snertinguna og eitthvað sem ég svo að snerta krítatöflu. Já. Hvað varst að geta svona blátt? Nammið ég var bara nammi svo alltaf að láta hanska við alla vinnu, sérstaklega vart mikið í vatni, þú veist, ég er til dæmis alltaf í hanskum þegar ég er að gera, þú veist, þegar ég er að þrjá megabustara mína, þegar ég er að vaska upp, þegar ég er að þrífa áhöldu mín, þrífa borð, þrífa, þú veist, bara gera neglur. Já, of course ég er bara mikið í hanskum eða ég er með einhverjum efnum, þú veist, eins og bara þrífa borðið mitt, skilur þú veist, ég er að spreyja ísoprópanól þá á pappír og bara pappír getur þurrkað neglum mína ef það kemur snertingu neglu, þannig þú veist, allt ógeðslega gott að vera í hanskum nota handábyrð svona 2 dag af því að handábyrð getur ógeðslega góð vörn fyrir þurrknum, þannig þú veist, ef konuðin sem ætlar að taka neglufossi fyrst neglum er að geta þurrar, það er ógeðslega gott að ráðleika bara mjög rakagefandi handábyrð og hann er líka bara góð verð fyrir, þú veist, köldu umhverfi, þannig að okkur horfir ég svona mikið niður svo ég á að skammast mínu mín já, hann á hérna þú veist, það er ekki mér að kenna það, þú veist, neglur það bara gerist, skilur svo er rakagefandi naglabandolía alltaf bara geðvik þú getur keypt naglabandolíu og naglahandáburð í Luxoja ég kom með eitthvað new favorite já, Luxa, ekki Luxa, já ég kom með new favorite, ég man ekki hvað hann heitir hann er blár, eins og tunga mín like my tongue eitthvað into the night eða eitthvað já, mér finnst hann svo góður ég líka komið bara í eitthvað blátt æði því að 2006 er blátt já það var hann á vision board já þannig það er blálykt á honum það er sko blálykt á honum núna maður þú thank you gefa þér prikið til að tala takk fyrir en hérna ég er svo satt vildi taka fyrir hérna líka gular neglur það er oft sem að neglurna geta orðið svona hálf gulleitar byrju glemdist með þetta sem þú varst að segja má setja naglaásetningu yfir þurra neglur það er bara þurrar þú veist, þær geta verið svolítið þunnar af því að frumulögin er búin að losna en þetta er bara að preppa svo ógeðslega varlega en þú veist, þetta er ekki frábending þetta er bara, þú veist it's fine já, en þú veist ekki góður grunnur og heilbrigða neglur en hægt að setja já, þú veist, það máli setja yfir þetta sko en ég ætlaði að taka fyrir gular neglur þú veist, og því að náttúrulega neglin verður stundum svona hálf gulleit og ég man að fyrst þegar ég sá svoleiðis og tiltölulega ný útskrifa og fyrsta skipti sem ég fekk píu með gula neglur að þá spurði ég þig og ég bara hvað er í gangi, af hverju það gular og það getur líka verið þetta reykingum það er nefnilega það sem þú sagðir að reykir hún og ég eitthvað, já ég veit það ekki alveg en hún gerði það ekki en þá, þú veist, það er oft sem að verða þú veist, þessar verða gular þú veist, og til að sígarettan
En ef þær eru allar gular að þá getur það til dæmis verið eins og þú sagðir reykingar eða litarefni úr naglalakki. Þessi sem að ég var með, hún Já. var með, þær voru alltaf gular og því hún hafði bara verið alltaf að nota eðlilega naglalakk og nota vel pigmentu naglalakk. Já, sérstaklega rauð og eitthvað þau látið að vera svo gula. Einmitt, Það er svona svo gott að hafa bara mjög gott base coat undir þannig að neglunar er minna gular. einmitt til þess að koma í veg fyrir að verður einhvern veginn svona gulleit. En svo getur líka, þú veist, ef það er að vaksa gular, þá er það kannski pæling hérna að skoða að fara í blóðprufu og tjekka hvort það sé einhver vitaminskortur eða eitthvað ekki rétt í gangi, en þetta getur líka verið bara pigment úr naglalakki en þá svona hálfföst í. Fyrir gula neglur, ef að þær eru bara út af reykingum eða hérna út af pigmenturum úr naglalakki, að þá er ekkert sem að stoppa þig að setja nagla ásetningu yfir það. Ég er að taka myndir í Instagramið. Það sjá, þú veist, að því hvernig heil ég er. Já. She's straight Og það chillin'. er svo fyndið stuði þannig ég var bara, this has to go on the Instagram. En líka sko ef þú ert með píu sem er búin að vera að fá, þú veist, búin að vera að setja bara eðlilegt naglalakk yfir þig, yfir negluna segi ég, og það er svona hálfgult og það er ástæðan að þá leiðu þú ferð að buffa yfir Þá þegar er þú preppa bara negluna, farið, sko. þá hverfur það. Mhm. Þannig að ef að það er allt farið eftir að buffa yfir, you don't need to be worrying about it, baby girl. Já, það má setja neglur yfir það. Og bara 100%. Því það er náttúrulega bara ekkert að þessu. Þetta er alltaf bara, Bara pigment. já, Fast. en eins og sagðir, ef það kemur þau þegar neglunar er að vaksa, then go to the doctor. Já. Því þá getur verið eitthvað mjög slæmt í gangi, sko. Já. Og því að það er svo skrítið, þú veist, neglur það segja ógeðslega mikið bara Já. líkamlegt ástand sem er mjög skrítið. En, já. Ég ætla að tala dældir í neglum. Mér finnst mjög margir hafa dældir í neglum. Bara svona, skilurðu, svona litla svona hólur, þú veist, ég myndi þessu hérna, en þú veist, þetta er svona, það er alltaf eitthvað svona lítið, þetta er svona vext fram, smá svona, og er breytt. Já, þú ert að meina bara svona, þú veist, þú ert ekki að meina að dældin er svona hérna niður, heldur eins og að vaxi svona. Já, bara eins og, þú veist, segjum bara að því að negl vaksa svona, þessi er svona, og svo, Já. svona, og svo kannski smá svona, og svo eitthvað svona, þú veist, hún er bara eins og hóll, einhvern veginn. Já. Eða samt ekki svo hóll, það er þykkar neglur. Þú veist, þessi er bara eitthvað svona, skilur Já, eitthvað svona smá dífa einhver í vextinum. Já, sem er úrslag skrítið. Já, hún getur alltaf verið á nokkrum neglum í einu. Þá er það oftast bara einhver röskun sem gerist, þú veist, einnaglina meðan hún er svona að vaksa. Þetta getur verið, þú veist, eins og hlé á frumumyndum. Já, frumumyndum. Og utan að komandi áriti getur, þú veist, alltaf haft áhrif, þú veist, eins og að þú dældir þig, þú veist, eða klemdir þig. Þú veist, þá getur þetta alltaf komið. Eða, þú veist, eins og eða því handstýtingu og einhver ítir og fast á neglmannasvæðið sem er hérna, sem er þetta hvíta hérna sem er svona, Þannig að lúnula já, lúnula. á ensku. Að, þú veist, ef ykkur ítir að fasta það, að þá getur þetta líka komið. Svo er þetta, þú veist, getur við þetta sýkingum, þú veist, í húðinni, í vaxtarvefnum, hæg blóðrás, þú veist, eins og það gerist hjá fólki sem er með, þú veist, eldra fólki, stöðum með hægur blóðrás, eða, þú veist, fólk með háan blóðþrýsting, getur líka verið þetta því. Þannig, þú veist, þetta er meira svona, þetta er annarkvæmt bara dældir eða bara ángrís líkamlegt ástand, þú veist. Er þetta sem er stundum að kalla Bose line? B-A-U-S line. I don't know. B-A-U-S line. Já, lyf geta líka haft áhrif Já. eða álag. Já. Þú veist, Þá ef þú erum ert að prófa okkur ný lyf, þá hafa þau náttúrulega áhrif á frumumyndun og eitthvað svona svoleiðis, þannig þú veist, þetta er svona, já. En ef það er á eðlilega mikið af þeim, að þá á maður alltaf að fara, þú veist, til læknis. Þetta getur verið merki eitthvað sem að þarf að kíkja á. Ég held sko að við séum að tala hérna þetta sem er kallað stundum Bose line. Þú veist, að það er að vaksa svona einhvern veginn svona grooves eða svoleiðis. Erum við ekki, ef við googlar það, erum við ekki að tala Bose line. B-A-U-S line. B-A-U-S line.
Abuse line eða eitthvað. Nei, þetta mitt bara virkar ekki. Crazy girl. Crazy girl, jú, ok, maður sjá, þetta er, það kemur ekki hjá mér. Jú, byrju hérna. Jú, eiginlega. Já. Nema kannski, þú veist, þetta getur verið minna en það. Minna þetta, þú veist, þetta er ógeðslega... Misdramatískt. Já, þetta er ógeðslega dramatískt hérna. En þú veist, það getur alltaf bara verið bara svona gett subtle. Já. Skilur, þú veist, þess að ég fæ þetta hérna. Ég fæst þetta svona, djúp, að þumlana mína. Já, og líka frænka mín. Sem er með snundbrutinni. Við erum bara með svona. Og svo skytið, þú veist, ég er með þetta alveg smá. Ég bara nenni ekki að tjekka því. Nenni ekki pæli í. En ef þið fáið það list, tjekka Þá þurfið þið að tjekka því. Eins og þegar ég fekk litablæð hendi, þetta er litablætturinn sem ég var að tala um. Já, þetta er þetta sem hún sendir mér hana. Já. Oh my god, er þetta krabba minn? Æ, ég nenni ekki pæli í þessu. Já, ég veit ekki hvort það sé Ok. kannski, þú veist, ef Hailey beit mig kannski aðeins og fast eða eitthvað, bara eitt svona, en það er ekki þannig, ég held að það sé litablættur og ég nenni ekki pæli í. Hún er hægt að fara í sólabækina, þannig að Já, never that is a again. big win. Never Það eru again. nýjar fréttir fyrir ykkur. Ég satt með brúnkukrem, fucking, ég held ég nenni því ekki heldur, ég held bara að vera hvít. Bara, þú What veist, about it? ég verð svo núna gett svona paranoid bara að fara í sólina, skilurðu. Og þú ert alveg að verða skrítin í öfu átt á þessu. Ég er bara being realistic. Þú veist, ekki þannig að ég mun eitthvað að halda mig frá sólinni, skilurðu, en núna, þú veist, ef ég er í bílnum og ég er ekki með sólverð á höndunum mínum, það er bara fuck, skilurðu. Eða þá, þú veist, ef ég þarf kannski að drífa mig heima því að sem ég sé að gista á Kristjáni og ég þarf að drífa mig heim og ég hef ekki tíma til að gera my skincare og setja með sólverð og en ég er með derhúi, það er ég bara actually með derhúna bara niður þannig hún er ekki bara andlitið mig og ég reynir bara að horfa svona svo ég fæ ekki mikið að gíslu með andlitið af mér þannig, já, ég er alveg orðin þannig og þú veist, við vorum í golfbásum daginn það var skinn svo mikið sól á hendunum mínar ég bara, Kristján, við verðum að klára þetta við verðum að fara, ég get ekki þú veist, ég get ekki svo mikið sól Can't. nei, en mér finnst mjög óleiklegt ég verið eitthvað mikið eftir bara út að tana sko. It's so bad the sun, en ég ætla ekki að taka það topic Let's not. let's not En hérna, þessar dældir, myndir þú ráðleggja fólki að sleppa því að setja yfir nagla ásetningu eða nei, það má, það má? já þú veist, þetta er bara þeir finna ekkert fyrir þessu, aldrei og þetta er vanlega bara, þú veist, maður þarf bara að fara að vanlega að því að, þetta er bara ég heil í mín bara að fara að vanlega, þú veist, eins og ef þetta var eitthvað sem var skadalegt hérna, skilurðu og það verður alltaf eitthvað með dældin á sömuna, kannski svona passaði bara, en þú veist eins og einn konu minn, hún er bara alltaf með þetta og alltaf rosalega dæld en hún finnur ekkert fyrir henni, hún er ekkert meira viðkomin önnur hún er meðalið, þú veist, ykkur sterkar neglir, þetta er bara mjög mikil dæld en það má alveg setja neglar yfir þetta er engin frábending, sko svo já Hérna, svo er það naglalós eða onycholysis það er svona næsti sem ég langaði að taka fyrir það er þess að þegar það er svona lyftist undir naglinni hefur þú fengið svoleiðis naglalós aldrei shit hurts það er ógeð ég hef einu sinni fengið svoleiðis og það var ógeð þú getur þess að fengið svoleiðis af því að láta líða á langt á milli þess sem að ferði innfyll ert með útvaxna neglur eða þá einhver meiðsli þegar ég lenti í þessu þá voru þær orðnar úrvaxnar hjá mér og ég var að þrífa baðherbergið ekki í hönskum og ég var með svamp og ég var búin að vera svona skrúbba eitthvað og svo fer ég og er að þrífa í hornið og ég bara oh my god, pabbi lendi þannig hann breytti svo puttan, litli puttan hans fór svona hann fór svona, litli puttan hans að því hann var að þrífa eitthvað og svo bara nefnist ekki nögl bara breyt puttan já, fyrir mig var það nöglin meðan það nógu slæmt sko og það var bara, ég man ekki hvort það var þessi eða eitthvað og það var bara næstu því öll nöglin fór hérna, þú veist það bara lyftist upp og hérna ógeðslega vont og þú átt ekki að setja ásetningu yfir þetta ég vissi að það átti ekki að setja ásetningu yfir þetta en ég ætlaði samt að vera treg og testa the limits og ég setti bæjab yfir það spoiler alert, it got worse
þannig að það bara hélt áfram að liftast á meðan það var undir, þannig að ef þú færð eitthvað til að naglalós, leave that shit alone. Já, ekki líka bara, það ekki, þú veist, það nöglin bara hvít, þú veist, hún bara Já, dauð. þú veist, hún er bara ekki á hérna, þú veist, hún er bara ekki föst lengur á, sko. Þú veist, bara eins og þegar hún er komin, þú veist, það er bara eins og fríbrúnin sé komin lengst niður, út af því að það er bara, hún er ekki lengur föst við. Ógeðslegt. Ég sé það hjá sem bara svona get lítið case, Já, en ég vanlega bara að pússa bara þannig að það hverfur og svo sitt neglur á. já, Þú veist, ef það er bara eitthvað svona get lítið, þú veist, að maður á bara að taka það allt burtu, já, þú veist, þá er alveg hægt að setja neglur, það fer svo mikið eftir hvert að mikið. já. En þú veist, ef þetta er eins og bara fremri, bara svona gett framalega, bara pússa af, skilur Já, en svo er ógeðslega gott, þú veist, fyrir fólk sem er með það, þú mátt ekki setja neglur á þetta, en þú veist, geðinu bara neglaþjóluna síðan bara verið bara duglega að pússa þetta af. já, bara taka eins langt niður og þú getur. Já, andis að það sé vond, bara taka. Já. Þegar ég fekk, sko, þú veist, að þá fór það, þú veist, það fór alveg niður hálfa nöglina eitthvað fyrst og ég var eitthvað, this is a problem for later og faldi það með því að setja bæjab yfir og þá, þú veist, var náttúrulega liftingin ennþá á, þannig að þá var svo mikill flötur eftir sem er fastur við en ekki fastur við húðina eða þú veist, hérna nagla hvað heitir það? Hérna næst niðri. Frambrúnina. Nei, hérna undir. Embarrassing. Ég er búin að taka lögprófið svo ég veit það, en ég bara. En já, þannig að flöturinn var þá nógu mikill til þess að í hver skipti sem einhver snertist að þá svona það var ógeð. Þannig að don't be a dumbass ef að þú verður fyrir þessu ekki reyna að fela það með því að setja yfir, það verður verra og reyna að taka bara eins langt niður og getur. Þegar ég loksins lét laga þetta, að þú veist fór í þetta, að þá tók ég klifti bara alveg niður og ég var bara nagla laus næstu í. Það var, þú veist, það náði að vaksa eðlilega after a hot minute. Meinar svona the nail body af því að við erum sko með lunula nail og svo lateral nail fold og free edge. Ég er að tala bara nagla beðið bara hérna, þú veist. Ég þarf bara negl. Já. Þú veist, naglabeður, basically. Já. Já, hú sem er undir nöglunni. Já, þú meina það. Já, naglabeður. Nail bed. Þannig að ef það er svoleiðis, ekki setja neitt yfir. Ef þú getur losaði við naglanlosi, þú veist, ef það er bara svona pínu ponsu og þú getur tekið það í burtu, þá getur þú sett yfir. En eins og í mínu keisi, það var bara ekki séns. Þá þurfti bara að taka þetta allt saman og byrja upp á nýtt. Don't you feel very smart right now? Don't you feel like so smart? Sko ég sem ekki að pæla hvort ég að taka klofnarneglur eða þarna vaffið af því það er basically mest það sama. Já. Nei, ég vil taka stökkarneglur og taka hitt seinna. Saving it. Já. Stökkarneglur, það eru þú veist, þetta eru þykkarneglur, það bara vantar sveigjanleika í þær, þú veist, það eru þykkar en það vantar bara þetta og getur svona Það er ekkert bendi. Já, það eru ekkert bendi, þú veist, nögl áalega að vera smá sveigjanleg, skilurðu, þú veist, ef það er bara geðstökk, skilurðu, þú veist, það bara vantar þennan sveigjanleiki þær og það brotnar mjög auðveldlega. Ástæða fyrir stökkarneglur geta verið vegna langtímanótkun á sterkum efnum eins og sterkum naglaexæði eða bara eins og bara alls konar efnum, þú veist, ef þú þrífa mikið og ert mikið efnum og ert ekki mikið hönskum getur verið líka vegna öldrunar og líkamlega ástandi, þannig það þarf alltaf að skoða það vel. Já. Algengt að svona fullorðið fólk sé með svona stökkar þær eru harðar en það er ekkert gif, þú veist, leið og það er eitthvað svona þá bara poppar það. Það er nefnilega svolítið þannig og sérstaklega margar með stökkarneglur sem vinna þú veist, við kannski skrifborðavinnu er ekkert mikið að hreyfa sig og þá fyrst mér neglunar, þú veist, við erum stundum bara svona stökkar, þú veist, þær eru brotna þú veist, þær eru svo mikið að pikka í eða eitthvað svona, eða þá við gefum mikið þrif eða eitthvað. En svo eins og ég segi, þetta getur líka verið líkamlegt ástand
og það er eiginlega ekkert eitthvað magic sem hættir að gera þetta, þú veist, það er gott að þetta er bara base coat eða bara, þú veist, coat svona yfir þær vá, okkur er að fá brain freeze já og það, veist, já, það er bara svona, eru svona neglunar, þú veist, það er eiginlega ekkert, þú veist, það er ekkert að láta þér fá sveigjanleika skilurðu? Já, en myndir þá ekki velja frekar hérna, þú veist, ef að það er verið að gera bæjab eða eitthvað svoleiðis að hafa þá sveigjanlegra hérna gél yfir. Jú, þú veist, ekki Þú hafa myndir ekki vilja hafa glerhart yfir glerhart. já, hafa bara við mjúkt bæjab og eitthvað sem er ekki get stert þetta er eiginlega bara svona þessi neglur, þetta er eiginlega bara information en það er ekkert meira, þetta má setja neglur á þetta Já, þetta er bara, þú veist, það er bara brotnað auðveldlega og það eru, þú veist, það er alltaf brotnað auðveldlega, þú veist, það er bara, it's natural þannig, já, það er it's natural. it's natural Don't stress about it, Diva. Svo er annað sem ég langaði líka pínu að snert á hérna sem að er svona the boogeyman ef þú skoðar eitthvað neglur á netinu, ferð eitthvað á TikTok eða Instagram eða Reels eða whatever já. að það var þetta oft svona the big bad guy Greenie Já. eða Pseudomonas aerugiosa líður eins og Harry Potter karakter hérna Pseudomonas aerugiosa Vá, Sedumónos maður sjá þetta Ok, getur þú borðið þetta fram? Vá, þetta er ekki fyrsta skipti sem við erum að taka eitthvað upp og það er eitthvað bara svona impossible orð Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa, já Pseudomonas aeruginosa Þess að Greenie, þetta er það sem að þetta er svona langa nafnið hennar þetta er skýrnanafnið hennar Greenie er sem sagt þegar nöglin verður að hluta til eða öll í verstum keisum svona hálf græn það er mismunandi, misdökk og dramatísk sem þetta getur verið í rauninni bara eftir í hversu mikið Greenie er búin að ná að taka yfir og þetta er sem sagt bakteríusýking sem að, þú veist, getur komið ef það festist að raki undir til dæmis Þú ert ekki ógisleg og þú ferð þetta sko Nei Það er svo margir sem verður bara eitthvað Oh my god, ég er ógeðsleg Já, ég þarf ekki að snerta hana þetta bara Einmitt. It's not you, it's her It's not you, it's her It's Sudóðigraksturösmja It's not you Það er þetta sem verður spæns Stústikarabats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 karabat
rakisýking, þú veist, út því að raki hefur fest undir, þú veist, ef það hefur orðið einhver lifting, þú veist, pocket lifting getur oft verið svona stóri gæin á bak við þetta. Þú skilur hvað pocket lifting er? Já, pocket lifting er sem sagt ef að það er komið loft undir nöglina, svona einhvers staðar innar í nöglinni, eins og það sé svona smá vasi sem að þú veist, fær að vera þannig í friði, ekki eins og liftingarna sem að verða oft hérna úti hjá naglaböndum eða í endum, heldur fær hann að vera í friði og grassera hérna undir í miðjunni. Það getur verið út af preppinu, það getur verið að maður hefur mistað einhverjum stað þegar maður er að rispa í nögluna eða eitthvað álíka. Það getur verið út af því að það hefur verið gömul nagla ásetning ekki tekin alveg af og hefur verið smá lifting þar undir, fengið að vera í friði þann undir. Það sem finnst mér svo mikilvægt, gera 2 nagla ásendingar og svo fjarlægingu. Já. This is why, af That's því að smart. það er svo mikið að Til þess að geta mikið þetta upkeep. undir, Já. það er að taka það af. En já, það er sem sagt er bara út því einhver hefur náðu festast hana undir. Ég hef reyndar einu sinni á She has been summoned. En hérna, ég hef líka lent í á með kuna sem fekk grín í og þá hafði hún sem sagt verið að reyna að spara sér hérna ferðina í neglur, ætlaði að ná að teygja aðeins lengri tíman á milli sem hún færi í ásetningu.
en hérna að þá sem sagt var ég var með einn kúnna sem hafði verið að reyna að láta negluna duga aðeins lengur, að reyna að dríja á milli hérna nagla ásetninga, og hún var sem sagt með neglur sem voru svona svolítið komin tími á nýjar og búið að vaxa svolítið vel fram, og hún hafði tekið bara naglalím og sett undir og sleppa nöglinni, þú veist, hún var komin smá lyfting upp og hún setti á milli og lokaði bara fyrir. Og þá náttúrulega var ekki búið að hreinsa, þú veist, þegar við gerum neglur og þá erum við búin að hreinsa allt í bak og fyrir áður en nokkuð skapaðar hlutir settur yfir og þá allt fast jafnt yfir og svona, en hún hafði þá bara örugglega þvegið á sér hendunar örugglega fyrir og leyft vatnið að komast hana undir og svo lokar hún og hún bara vissi ekki betur, hún bara gerði þetta til þess að láta negluna endast betur, en svo endaði hún á því að fá bara hellaðan gríni. Shit. Og þurfti þá bara að vera naglalaus. Ég gerði alveg mörg sett á hana þegar hún var með 9 putta. Og því hún vildi alltaf koma í neglur aftur og bara já, þessi fær bara að vera svona. Ég með þannig kúnna, hún alltaf að missa negluna sína. Já. Alltaf? Einhvern veginn líka. Alltaf sama neglun, já? Nei, ekki reyndar alltaf sama neglun, en hún lendur svo oft í því að reyka sér svo illa í og vill ekki fá sér styttri, þó ég búin að segja að fá sér styttri, en hún sem við klaufi, skilurðu. Þannig að hún alltaf ekki alltaf missa og hún bara, já, bái, ekki setja svo á þessa því að hún alltaf bara vaksa. Ok, þess ég verður að geta á hana svona 3-4 sinnum bara á 9 neglur. Veist, það svo fyndið, ég bara elska I would never. Ég myndi persónulega sleppa því, en ég elska ykkur fyrir að gera þetta. Þú veist, mér finnst næs að fá ykkur. Hvort sem að ég að fara að gera 10 eða 9 neglur. Já, mér finnst alveg líka stundum bara fun. Þú veist, hafa hennan breytileika. Líka þú veist, ég gleymi stundum að já, ég að gera 9 og ég er svona, já, nei, ég þarf ekki að. Þannig, já. Ég var einmitt með þessa sem var með gríni, en þegar hún var að koma, ég var alltaf, þú veist, að ég í bara svona rytma, maður gerir bara næsti bytti, maður er alltaf komið með puttana í hendina og svo bara, já, nei, þetta er grænt, látum þetta vera. Já, þetta er grænt. Já, þetta er grænt. Guð. Ég man sinni, ég fekk einu sinni svona greenie, en ógeðslega lítið, það var bara svona pingulítið. Ég, þú veist, og það var eftir mömmu því að lyftaði eitthvað, því að mamman, þú veist, hún lærði fyrir mörgum árum, skilur. Og það var smá lifting og ég fekk greenie og ég sendi á hana bara, what the hell is this? Og hún var bara, þetta er ekki neitt. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Okay, it's fine. It's fine, I guess, eða eitthvað, skilur. And to drive the point home, gríni eða súnurbassera agrúkskríkasbara. Ég er líka alltaf að horfa á þessu myndavél. Já, ég ætla alltaf að horfa á myndavélina. Hérna, þú vilt ekki setja ásetningu yfir það. Þú veist, ef þú ferð að setja eitthvað yfir það, að þá fær bara bakteríur það verður bara wessa. It's gonna get so much wessa. Ég ætla alltaf að horfa á myndavélina. Sem er ekki að það. Það er ekki að fyndið. Já. Excuse the pause. We are getting a camera. Hailey er að fyrir gúta því hún heldur að Alexandra sé að fara. Og ég held á henni að meðan hún er að stilla the camera. The camera. Já, Hailey er að fara til Kristjáns að fá okkur hamborgara. Ég er að fara að fá mér hamborgara. Og fær Hailey ekki neitt eða? Hún fær livrapilsu. Jú. Ok, við erum alveg í 1%, sko. Dreif okkur bara. We're back. We're back. Við erum með 1%. Við erum með 1%. Og við ætlum að ná að kveðja. Mér finnst þetta geggjaðar hendur. Við ætlum að ná að kveðja. Gone. Þú styrir því bara geggjaðar hendur. Þetta er bara solid. Ok, takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta. Og við tökum betri yfir naglamöndumál seinna. Við tökum annan svona þátt. Það er bara We Got Notes for Days. Já. Ok, bye.